Góðan daginn ágætu gestir og verið hjartanlega velkomnir hingað í Náttúrufræðihús Háskóla Íslands. Hér ferðamálafræði við Háskóla Íslands hýst. Á jarðhæðin eru jarðfræðingarnir náttúrulega, miðhæðin eru líffræðingarnir og svo efst eru ferðamálafræðingar og landfræðingar, mannfræðingar og ýmislegt annað svona sem næst himninum að sjálfsögðu, upp í skýjunum. Ég vil bjóða ykkur hjartalega velkomna á þriðju ráðstefnu rannsóknarmiðstöðvar ferðamála en við höldum þetta árlega nú orðið og höfum haldið síðustu 2 ár upp í hátíðasal en núna færðum við okkur hingað nær heimastöðum. Skrifstofa rannsóknarmiðstöðvarinnar í Reykjavík nú hérna beint á móti þannig að þetta var mjög þægilegt skipulag allt saman. Það sem vakir fyrir okkur núna með 5 erindum sem verða hér á eftir að ræða stöðu þekkingar í ferðamálum og ferðaþjónustu. Og það sem skiptir gríðarlegu máli núna að við höfum fengið margar skýrslur, einar 4 skýrslur bæði stefnu og stöðu mála í ferðaþjónustu á Íslandi og eina bók á íslensku, það fyrsta sinna tegundar. Þetta ætti þá að koma okkur í þann gír að við séum komin á góðan stað hvað varðar þekkingu okkar á stöðu mála í ferðamálum og ferðaþjónustu almennt hér á Íslandi, hér og nú. Og það sem við viljum reyna að skoða í því framhaldi og hvert svo. Hvað gerum við þá áfram? Hvernig vinnum við áfram með þetta? Við erum komin með grunn, nokkuð vel þjappaðan meira segja held ég, að mínu mati og spurningin hvert höldum við áfram. Til þess höfum við fengið, til þess að koma sínar hugleiðingar í þeim efnum, höfum við fengið Rögnvald Ólafsson sem formaður stjórnar rannsóknarmiðstöðvarinnar, Valgerði Rún frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu sem stýrir þar ferðamálum, Anna Dóra frá ferðamálafræðinni við HÍ, Halldór Benjamín frá Icelandair Group og Hilmar Braga sem forseti verk- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. Og það kannski rétt í því samhengi að nefna að verkfræði og náttúruvísindasvið sem sagt það svið sem hýsir líf- og umhverfisvísindadeild, þar undir mun vera ferðamálafræði. Þið getið reynt að finna þetta á vef Háskóla Íslands og sjá hvernig gengur. En svona þetta og við skulum skoða hvernig við getum horft til framtíðar í þessum efnum varðandi þá þekkingu sem til og hvað þarf að gera fleira og næst. Þetta eru erindi, 5 mínútur. Ég mun minna fólk á svona í beinu framhaldi þegar tíminn búinn, við ætlum að reyna að hafa þetta stutt til þess að við getum opnað á umræður og klárum þetta svona rétt upp úr 6. Örstutt, bara til þess að kveikimönnum og hvet ykkur til þess að vera hreinskiptin, beinskeitt og spurja og spjalla. En fyrstur hingað upp ætla ég að bjóða Rögnvald Ólafsson. Gjörðu svo vel, Rögnvaldur. Góðan daginn og velkomin að þessa ráðstefnu rannsóknarmiðstöðvar ferðamála. Ég ætla að ræða stuttlega menntun starfsfólki ferðaþjónustu og þörfina fyrir vel menntað fólki í rannsóknum vegna atvinnugreinarinnar. Það fer ekki á milli mála að ferðamönnum hefur fjölgað mjög á Íslandi síðustu misseri og allt bendir til að þeim muni fjölga enn frekar á næstu misserum. Það fer heldur ekki á milli mála að þessi fjölgun hefur komið landsmönnum nokkuð óvart og þeir hafa verið teknir í bólinu og ýmsan hátt. Þótt færa mig rök fyrir því að einfaldur framreikningur á fjölda ferðamanna hefði átt að benda eindregið í þessa átt. Hvers vegna eru við illa undirbúin? Það eftir vegna þess að lítið eru rannsóknir á þessu sviði og fáir sem þær stunda. Byggt á reynslu rannsóknarmiðstöðvar ferðamála að ráða fólk til rannsóknarstarfa í ferðamálum það eindregin skoðun mín að hér á landi sé allt of fáir menntaðir sérfræðingar sem ráða við að stunda gagnaöflun og úrvinnslu gagna á vísindalegan hátt. Ég held að engu sé logið þótt sagt sé að slíka sé hægt að telja á fingrum sér. Á árinu 2013 fékk rannsóknarmiðstöð ferðamála aukna fjárveitingu sem við ætluðum til þess að ráða fleiri sérfræðingar til stofnunarinnar. Sérstaklega sérfræðinga á sviði hagfræði og tölfræði þar sem á þeim sviðum var að mati bestu manna í atvinnugreininni mestur skortur á fræðilegri vinnu. Það skemmst frá því að segja að þótt auglýst var í blöðum og á vettvangi vísindamanna var mannvali lítið eða ekkert. Því var brugðið á það ráð að auglýsa erlendis og þannig fengust til landsins 2 mjög vel menntaðir starfsmenn. Síðan var ákveðið að nýta hluta fjárveitingarinnar til þess að styrkja góða nemendur til doktorsnáms og fjölga þannig vísindamönnum á sviði ferðamála. Það verkefni komið vel á stað og lofa góðu. En slíkt tekur samt tíma því að auk þess að slíkt nám tekur að minnstakosti 3 ár þá þarf einstaklingsbundna kennslu og eins og ég nefndi hér fátt rannsóknarfólk sem getur annast á kennslu. Rétt að benda á vandamál rannsóknarmiðstöðvar ferðamála ekki eina dæmið að erfitt sé að fá til starfa fólk sem menntað til rannsóknarstarfa í ferðamálafræðum.
Háskóli Íslands hefur undanfarin ár verið að styrkja ferðamálafræðina og fjölga kennurum en hæfur umsækjendur ný störf hafa verið fáir. Það er nokkuð ljóst að þegar atvinnuvegur vex jafn ört og ferðaþjónusta hefur gert undanfarin ár, þá þarf fleira starfsfólk. Í þessu tilviki alls konar starfsfólk. Við því þarf að bregðast með því að mennta fleira fólk. Þróuð ferðaþjónusta þarf margs konar starfsfólk, hún þarf þjóna, kokka, flugmenn, leiðsögumenn, hótelrekendur, stjórnendur á ýmsu tagi, sérfræðingi í rekstur og skipulagningu og síðan þarf einnig vísindamenn. Margt af því námið sem til þarf þegar fyrir hendi í skólum og fyrirtækjum hér á landi, en ég held að gagnlegt væri að samræma námið og tryggja að nemandi geti byrjað á til dæmis kokkanámi, en síðan sé greið leið fyrir hans strax eða þá kannski allir frekar síðar, þegar hann hefur öðrulega starfsreynslu, að mennta sig í stjórnun veitingastaða og hótela og fara síðan í að bli doktorsnáma á einhverju sviði ef viðkomandi hefur fyrir því áhuga og getu. Mér finnst því að það eigi að kanna möguleika á að stofna það sem ég kalla ferðamálaskóla Íslands og gæti heitið á ensku Icelandic School of Hospitality and Tourism. Skóli myndi byggja á og nýta þá skóla og þá starfsemi sem þegar fyrir hér á landi. Það væri hins vegar samræmd yfirstjórn og gæðastjórn sem tryggði gæði námsins og að það fullnægði alþjóðlegum stöðlum og tryggði einnig sem mesta samræmingu þannig að nemendur getur farið á milli skóla án hindrana og aukið þannig við þekkingu sín og menntun. Ég held að slíkt kerfi myndi styrkja þá starfsemi og þá skóla sem þegar eru til hér á landi, bæta inn menntun í þeim greinum sem nú skortir á að hægt sé að mennta sig í hér á landi og gefa starfsfólki aukna möguleika á að mennta sig frekar til þeirra starfa sem hugur þess stendur til. Það er oft besta starfsfólki sem vinnur svo upp gegnum greinina. Fyrir land og þjóð myndi þetta vera tækifæri til að bæta og styrkja atvinnugreinina á sama tíma hún eignaði skólakerfi í greininni sem geti hlotið alþjóðlega viðurkenningu og væri góð viðbóti straum ferðamanna. Það væri vel við hæfi að ferðamannalandi Ísland, ef við verðum það, ætti góðan alþjóðlegan ferðamálaskóla. Mér langar í lokin að ítreka nauðsyn þess að með menntun eykst fagmennska og færni í atvinnugreininni. Án menntunar og þjálfunar allra sem að henni starfa verður erfitt að veita þá gæða þjónustu sem þarf og viðskiptavinurinn krefst. Ég vil líka ítreka að nú stendur íslensk ferðaþjónusta á tímamótum. Ef hann á að halda áfram á þeirri braut sem hún nú á, þá þarf að efla allt skipulag og alla fyrirhyggju og hugsa lengra en til næsta dags. Án þess verður þetta eina af þessum bólum sem við þekkjum svo vel hér á landi og kennum stundum við loðdýrarækt. Mistök í skipulagi og fyrirhyggju eru dýr og það kostar mikið fé að taka illa grundaðar ákvarðanir. Það er miklu ódýrara til lengri tíman litið að byggja upp menntun, þannig að ferðaþjónustan byggist á vel undirbyggðu skipulagi, fagmennsku og gæðum þjónustu. Takk fyrir. Við þakkum rökkvaldi fyrir. Ég vil biðja Valgerði Rún Benediktsdóttir frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu að koma og flytja sína þanga. Komið sæl. Ég ætla að byrja á að þakka rannsóknarmiðstöðinni fyrir að fá tækifæri til að segja mína skoðun. Það er aldrei leiðilegt þegar maður má svona koma og hafa skoðun. Ég er skrifstofustjóri í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu og fer þar með skrifstofu viðskipta og ferðamála og heyri þar undir iðnaðar- og viðskiptaráðherra. Þetta er svona svipað flókið að finna mig í skipulaginu og er fyrir að finna ferðamálafræðina inn á háskólavefnum. Ég er lögfræðingur að mennt og ég hef starfað 5 ár í stjórnarráðinu og verið heppin þar að fá tækifæri til að takast á við mjög fjölbreytt og spennandi verkefni. Ferðamálin eru hins vegar nokkuð ný fyrir mér því að ég tók bara við þessum málaflokki núna í sumar og hef smátt og smátt verið að koma mér inn í hann. Hann er mjög skemmtilegur en hann er líka oft á tíðum mjög snúinn. Mín sýn á stöðu ferðaþjónustunnar er þess vegna út frá 3 sjónarhornum. Það er í fyrsta lagi út frá sjónarhorni forvitna nýliðans, í öðru lagi út frá sjónarhorni skipulagða lögfræðingsins og í þriðja lagi út frá sjónarhorni hagsýna embættismannsins. Sem nýliði hef ég síðustu vikur hitt fjöldan allan af fólki sem starfar innan ferðaþjónustunnar eða í tengslum við hana og fengi að heyra skoðanir þeirra á hver séu forgangsmálin í ferðaþjónustunni, hvar skóinn kreppir og hver er að vera áhersla á að koma stjórnvalda á næstu misserum. Sitt sýnist auðvitað hverjum en þó verið ansi gegnumgangandi að eitt af verkefnum sem blasir við er að auka þekkingu bæði í og á þessari atvinnugrein.
með betri tölfræði, meiri rannsóknum og þekkingaröflun innan greinarinnar sjálfar. Nú, heyrandi þessi skilaboð aftur og aftur, þá hugsar forvitni nýliðin hvaða upplýsingar þurfum við að afla. Skipulagði lögfræðingurinn veltir jú fyrir sér skipulaginu, þar að segja hver á að gera hvað. Og hagsýni embættismaðurinn fyrir auðvitað að hugsa hver á að borga. Ef við skoðum fyrst sjónarhorn nýliðans, það er hvað upplýsinga á að afla, fer það líklega einhverju leyti eftir í hver þú spyrð. Til dæmis þurfa stjórnvöld ákveðnar upplýsingar til að geta metið efnahagsleg áhrif greinarinnar á þjóðarbúið. Aðilar í ferðaþjónustu þurfa auðvitað ýmsar upplýsingar eins og til dæmis hvað séu skynsamlegir markhópar og slíkt. Sveitarfélögum vilja upplýsingar hvað þeir geta gert betur á sínu svæði og svo mætti lengi telja. Ég tel hins vegar að allt spili þetta saman og að vandamáli sé kannski ekki hvaða upplýsinga á að afla. Þar hljótu við með samvinnu aðila geta komist að einhverju skynsamlegri niðurstöðu. Og sem gott dæmi en það auðvitað nýleg skýrsla sem var gerð fyrir Ferðamálastofu sem kallast Þörfin fyrir rannsóknir í íslenskri ferðaþjónustu sem og auðvitað fjöldinn allra skýrslum sem Edvard vísar hér í áðan sem hefur verið gefið út nýlega. Nú ef ég horfa á þetta út frá sjónarhorni skipulagða lögfræðingsins, það er hver á að gera hvað. Eins og staðan núna er verið að safna upplýsingum og gera rannsóknir varðandi ferðaþjónustuna og víða verið að vinna gott og þarft starf á þeim vettvangi og við megum ekki gleyma því þegar við tölum þetta. Hins vegar tel ég að við getum skipulagt okkur töluvert betur og ég hef þess vegna rætt við svona helstu hagsmunaaðila sem koma að þessum málum að koma saman til fundar, reyna að setjast aðeins niður, fara yfir skipulagið, hvað þarf að gera og setjast bara aðeins niður og ræða hvernig við viljum haga þessu. Allir sem ég hef rætt við hafa tekið mjög vel í það og finna út úr því hvernig þessum bara málum er best háttað. Það hlýtur að vera hægt í ykkur í samvinnu okkar. Nú í þriðja lagi ef ég horfa út á þetta frá sjónarhorni hagsýna embættismannsins, hann fær auðvitað alltaf spurninguna hver á það að borga. Ég held líka að við þurfum að setjast hér niður og ræða málin en eins og allir hér inni þekkja, þá er fjármagn til þessa verkefnis ekki gripið úr lausu lofti. Ég held að hér skipti höfumáli að sameinast forgangsröðun, skipulag og samvinnu. Annars er hætt við að við náum einhverjum árangri í að afla fjármuna í þessi mikilvægu verkefni. En talandi þekkingu þá og það hefur nú var tíðrætt í fyrra erindi, þá er ekki síður mikilvægt að huga þekkingu innan greinarinnar sjálfrar. Með auknum fjölda ferðamanna hefur ferðaþjónustuaðilum auðvitað fjölgað mjög hratt og eflaust mörg fyrirtæki sem hefur byrjað smátt og vaxið hratt. Það er auðvitað gleðiefni en því fylgja líka miklar áskoranir og mikilvægt að aðilar sem starfa innan ferðaþjónustunar hafi aðgang að upplýsingum sem þeir óska eða menntun, hvort sem það er á sviði rekstrar fyrirtækja, mannauðsmála, nú eða bara upplýsinga þekkingu á land og þjóð. Og þar eru háskólarnir auðvitað í lykilaðstöðu til að standa fyrir námskeiðum og öðru sem á þarf að halda fyrir greinina. Nú, ég er búin að fá rauðaspjaldið og ég hef bara 5 mínútur, þannig að ég þakka bara kærlega fyrir mig. Þetta er það sem ég vildi segja þessum stutta tíma. Og ég bindi vonir við það að með samvinnu hagsmunaaðila sé hægt að ná góðri niðurstöðu þessi mál og gera betur en okkur hefur verið tækt að gera hingað til. Takk fyrir. Valgerður. Sitt þetta maður, ef þú vilt. Þakka Valgerði fyrir kærlega, Anna Dóra og bjóða þér að koma upp og deila þínum þöngum. Takk. Góði gestir, í nútíma samfélögum þá ætti notkun þekkingar að vera grunnur að upplýstum ákvörðunum og stefnumótun en þá ekki vera að hafa tilviljunum eða geðþótta þeirra sem að fara með völd hverju sinni. Þekking er í raun hluti af virðiskeðju sem ákvarðanir eiga að byggjast á. Hún hefst með söfnun upplýsinga, síðan kemur að greiningu upplýsingana, samanburði og samþættingu við aðra þekkingu. Það er þetta sem við köllum rannsóknir og þær skapa grunninn að þekkingu. Stefnumótandi ákvarðanir eru síðan loka hlekkurinn í þessari virðiskeðju og þær ættu að vera grundvallar á þekkingunni sem var aflað. Í háskólum eru stundar akademískar rannsóknir, þær felast í kerfisbundinni öflun og endurnýjun þekkingar.
Akademiskar rannsóknir hafa stundum verið gagnrýndar fyrir að vera óþarflega flóknar á meðan að fólki í greininni og þeir sem taka ákvarðanir vilja gjarnan einföld, auðskilin og skjótfengin svör við vandanum sem við blasir. Þarna þurfa allir að taka sig á. Fræðasamfélagið þarf að tala við greinina og læra að tala við greinina og þá sem að taka ákvarðanir og greinin þarf að þjálfa sig upp í að nýta rannsóknargögn greinarinnar, landi og þjóð til hagsbóta. Að mínu mati á fræðafólk með þekkingu sinni hafa áhrif á samfélagslega umræðu og pólitískar ákvarðanir, til dæmis með því að kynna hugtök, líkun, aðferðir, gagnasöfnunaraðferðir og hvetja til gagnrýnar umræðu og hugsunar. Þetta held ég að við háskólafólk höfum að ykkur leyti gert þótt að betur megi ef duga skal. Straumur erlendra ferðamanna hingað til lands hefur farið sívaxandi og ferðaþjónusta sem atvinnugrein vex hratt. Við slíkar aðstæður eru rannsóknir sérstaklega mikilvægar. Ferðamálastofa hefur nýlega birt niðurstöðu greiningar á þörfinni fyrir rannsóknir í íslenskri ferðaþjónustu. Þar er lögð áhersla á nokkur rannsóknarverkefni. Í fyrsta lagi á stærð ferðaþjónustunar, þar að segja umfangi hagkerfinu og lykiltölur. Í öðru lagi markhópa greining, þar sem að markmið er að auka verðmæti af hverjum ferðamanni. Í þriðja lagi eru rannsóknir á þolmörkum ferðamennsku, þannig að uppbygging greinarinnar verði í sátt við land og þjóð. Ég hef sjálfstæði fyrir rannsóknum á þeim hlutum þolmarka sem að snýra upplifun ferðamann og þá sérstaklega hálendinu. Þar tel ég að þekkingar hafi verið aflað þannig að hægt sé að taka skynsamlegar ákvarðanir framtíð ferðamennsku á hálendinu. Það virði samt ekki duga til því að þrátt fyrir skýr skilaboð rannsókna þess efnis að markhópurinn vill einfalda og látleysa uppbyggingu, þá ætla einstök sveitafélög og sum fyrirtæki sér eitthvað allt annað. Þarna virðist sem skammtíma sjónarmið og hagsmunir þröngs hóps séu ríkjandi við ákvarðanatöku í stað langtíma hagsmuna sem að byggja á rannsóknum og sem tryggja heildarhag. Fyrr í haust þá kom út skýrsla Boston Consulting Group framtíð ferðamennsku á Íslandi. Eins og skýrsluhöfund að segja í inngangi skýrslunar er henni ekki ætlað að veita endaleg svör eða niðurstöðu það hvernig framtíð ferðamennsku hér á landi eigi að vera háttað, heldur aðeins að vera innlegg í umræðina. Þrátt fyrir það þá er víða vitna til hennar eins og hún sé hið eina sanna plagg. Þar liggi svörin. Nú ætla ég ekki að leggja dóm á þessa skýrslu sem heild, en þess í stað að nefna eitt atriði sem ég finnst ekki byggja á nógu góðri eða mikilli þekkingu eða góðri röksemdafærslu. En það er það hvernig staðið skuli að því, hvernig staðið skuli að nýrri leið til tekjuöflunar til þess að standa straum af kostnaði við uppbyggingu ferðamannastaða. Kynntar eru 3 hugmyndir sem helst þykja koma til greina, en þær eru aðkomu og brottfarargjald sem að leggst á alla farþega sem koma til landsins, það er náttúrupassi sem að gildi fyrir stærri svæði og það er aðgangseyri að einstökum skoðunarverðum stöðum. Ýmsar gildar röksemdir eru færðir fyrir kostum og göllum hverjar hugmyndar, en síðan komist að þeirri niðurstöðu að náttúrupassin sé vænlegasta leiðin. Röksemdafærslan er samt ekki nógu samfærandi og ég fekk á tilfinninguna að menn væri að rökræða sig á fyrirframgefna niðurstöðu. Spurningar sem verður að svara áður en að fullvíst er að náttúrupassi sé besta leiðin á frekari skattlagningu ferðaþjónustunar eru til dæmis þessar. Finnst ferðamönnum betra að borga fyrir náttúrupassa en að borga fyrir brottfarar eða aðkomugjöld? Eða skiptir engu máli fyrir ferðamenn hvað skatturinn er kallaður? Það eru jú þeir sem að þurfa að borga og skiptir engu máli hvað það heitir. Samkvæmt úttekt ráðgjafarstofunnar alltaf fyrir ferðamálastofu þá er almennt ekki tekið gjald fyrir heimsóknir í þjóðgarði í Evrópu, þótt að slíkt sé algengt í Bandaríkjunum í Kanada. Í ljósi þess að flestir þeir ferðamenn sem að ferðast náttúru Íslands eru frá Evrópu, hvernig munu þeir þá taka þessar gjaldtöku? Munu ferðamenn breyta ferðamennin sínum vegna gjaldtökunar og er það sem er markmiðið með þessum skatti? Ef greitt er fyrir náttúrupassa þegar ferðast náttúruna, þar að segja fyrir utan borgina, er hann þá nokkuð annað en landsbyggðaskattur. Telur ferðaþjónustan og þá sérstaklega ferðaþjónustan á landsbyggðinni slíkan skatt betri heldur en brottfarar eða komugjöld á farþega eða hærri gistináttaskatt. Gæti náttúrupassi stuðla að því að ferðamenn verji enn meira sínum tíma í Reykjavík, en það er andstætt við markmiðum betri dreifingu ferðamanna sem stemt hefur verið að lengi. Í Boston Consulting skýrslunni bent á að það sé óréttlátt að láta viðskiptaferðamenn sem fari ekki út fyrir Reykjavík borga fyrir uppbyggingu ferðamannastaða.
Skattlagning bara þannig, hún alltaf óréttlátt fyrir ykkur. Þeir sem verða aldrei veikir þurfa samt að borga fyrir heilbrigðiskerfið. Það kostar líka að taka á móti viðskiptaferðamönnum, það kostar að byggja flugvöll, það kostar að leggja vegi, það kostar að skipuleggja borgir. Í Alta-skýrslunni kemur líka fram að verðtegni viðskiptaferða sé jákvæð, þar að segja þótt verð á ferðalaginu hækki meira keypt slíkum ferðum. Þannig að miðað við það, þá þyrftum við ekkert óttast að missa á þessu markhópi við það að taka upp brottfarar eða aðkomugjöld. Síðan hef ég ekkert séð hvað áhrif þessi skattur hefði á ferðalög Íslendingum eiginland. Munu íslenska fjölskyldur frekar fara til útlanda í sumarleyfinu sínu og mun þá gjaldeyrir streyma út úr landinu? Svona spurninga verðum við að svara áður við tökum og önum að stað í þá ákvörðun að taka upp náttúrupassa. Það svo mikið í húfi fyrir þjóðarhag að það má ekki láta ófullkomna röksemdafærslu duga. Það þarf að nýta alla virðiskeðju þekkingar, þarf að segja byrja því að kortleggja forsendur, safna gögnum og greina. Það þarf að rannsaka hvaða margvíslegu áhrif ólíkar leiðir í skattlagningu ferðaþjónustu hafa og í leiðin að greina frá hvaða áhrif þær hafa á hvern hagsmunaaðila í þessari keðju. Þegar því lokið þá væntanlega komin svo þekking sem þarf að hafa til þess að taka ákvörðun hvaða leið á að fara í þessu máli en ekki fyrr. Þótt ýmislegt hafa áunnist í rannsóknum og öflum þekkingar í ferðamálum á undanförnum árum þá ótalmargt óunnið. Brýnt að efla rannsóknir í ferðamálum enn frekar til þess að greinin standi undir þeim væntingum sem til hennar eru gerðar og nýta fræðin og rannsóknina til þess að taka farsælar og vel ígrundaðar ákvarðanir. Þakkum önnu fyrir, takk fyrir það og Halldór, hvað ertu? Gjörðu svo vel Halldór, hann frá Icelandair Group og ætlar að deila sínum hugleiðingum, gjörðu svo vel. Komið sæl og blessuð, ég vil nú byrja því að þakka rannsóknarmiðstöð ferðamála kærlega fyrir að skipuleggja þessa ráðstefnu. Edvard segir mér að hann hafi fundið þetta orðið upp og ég held að við höfum að klappa sérstaklega fyrir honum fyrir þetta frábæra orðskrípi. Í annan stað þá langar mig að taka sérstaklega ofan fyrir skipuleggjendum að banna allar glærusýningar. Ég held að þetta sé til eftirbreytni á fleiri svona ráðstefnum. En kannski að þessu sögðu þá held ég að sé ekki á neinna halla þegar ég segi að íslensk ferðaþjónusta að slíta barnsskónum sem nokkurs konar arðbær atvinnugrein þrátt fyrir hún eigi talsvert í land ennþá. Ég held að sé mikilvægt að við hittumst einmitt mjög fjölbreyttur hópur manna eins og hér og ræðum aðeins hver staða rannsókna og kannski ekki síður hvað það sem við getum gert betur en við erum að gera í dag. Það fyrsta sem ég svo sem velti fyrir mér þegar maður skoðar yfirskrift þessara ráðstefnu, staða þekkingar á ferðaþjónustu, fer ég ekki rétt með þetta. Þetta mjög stór fullyrðing og bara til þess að ég svari þeirri spurningu strax til þess að ég verði ekki skammaður á eftir, þá held ég að staðan sé ágæt en hún gæti verið betri. Auðvitað vitum við reiðinar býsnum íslenskara ferðaþjónustu út frá greiningu á ferðahegðun erlendra ferðamanna á Íslandi. Þá vitum við svo dæmis í tekið að ríflega 40% allar erlendra ferðamanna sem kom til Íslands fara á Norðurland á sumri til. Við vitum að 5% þeirra fara á Vestfirði að vetri til. Út frá hausatalningum í Keflavík þá vitum við að á síðustu 15 árum hefur óbóðslega lítill árangur náðst í því að jafna út árstíðarsveifluna í komu ferðamanna til Íslands. En út frá sambærilegum gögnum sem við höfum til dæmis frá Finnlandi, svo dæmis í tekið, þá sjáum við að þar hefur aukningin verið 20% á þessum 15 árum, þannig að þetta hægt, það hægt að jafna árstíðasveifluna. Og ef við skoðum hluti eins og þjóðhagsreikninga og hliðarreikninga þeirra, þá sjáum við og vitum að framlag ferðaþjónustunnar til landsframleiðslunnar rétt 6% og við vitum öll hér inni að vöxturinn í ferðaþjónustunni margfeldi af vexti í landsframleiðslu í öðrum greinum samfélagsins. Ef maður dregur þetta saman, þá getur maður dregið þá ályktun að svona grunnþekking á íslenskri ferðaþjónustu sé bara nokkuð góð. En hins vegar, kannski svo Valgerður benti á áðan, þá held ég hún getur verið betri og ég held hún getur verið hagkvæmari en hún Og hvað á ég við með því? Í mínum huga tiltölulega holur hljómur í því að koma á ráðstefnu eins og þessa og segja eina sem við þurfum auki fjármagn og þá verður þetta allt saman í lagi. Auki fjármagn til rannsókna. Ég held að sé mikið meiri áskorun og það mikið betra að reyna að svara spurningunni hvernig nýtum við betur þá fjármuni sem við erum að nota í dag til þess að fá betri svör við þeim spurningum sem við viljum svara. Ég skal taka bara einfalt dæmi. Svona í sinni einföldustu mynd þá afstaða mín til gagnaöflunar í ferðaþjónustu í raun lituð af tveimur meginþáttum.
Fyrsta lagi, þá verðum við að reyna að temja okkur það að þau gögn sem við öflum sé gert eftir alþjóðlega viðurkenndum stöðlum. Hvers vegna? Jú, við verðum að geta borið saman þau gögn og þær tölfræðiupplýsingar sem við öflum á Íslandi við það sem best gerist í öðrum löndum. Þannig náum við fram alvöru samanburði, getum sett okkur markmið og ekki bara markmið, heldur mælanleg markmið og séð hvernig það gengur frá ári til árs að ná þeim markmiðum sem við setjum okkur. Og númer 2, þá ég þeirra skoðunar að þessi grunngagnaöflun eigi að fara fram sem mest á einum stað og núna komum við aftur á punktinum hvernig hámörkum við nýtingu þeirra fjármuna sem við búum yfir hverju sinni. Við erum lítið samfélag og ég þeirra skoðunar að þessi mikil samlegð fólkin í því að afla þessara grunngagna á einum stað í stað þess að þetta sé víðsvegar samfélagi í alls konar stofnunum og batteríum og það sem kannski mikilvægast af þessu öllu saman að þetta sé allt aðgengilegt rannsakendum hvaða nafni sem þeir kallast. Og hvað þýðir þetta? Ef að gagnaöflunin að mestu leyti á einum stað og ég er menntaður hagfræðingur, ég voðalega svag fyrir Hagstofu Íslands, þetta liggi þar sko, mann geta deilt það. En þegar kemur að rannsóknun og túlkun gagna, þá ég akkurát hinnar skoðununa sem allra flestir að koma að því. Og ég held til miður og það fari allt og mikill tími í það að reyna að afla gagna til þess að vinna úr og mín persónulega skoðun þessi að nema að brýn þjóðarhagsmunir komi í veg fyrir það þó allar öll svona frumgögn að vera bara öllum fullkomlega aðgengileg. Og nákvæmlega í þessu sjónarmiði þar eru háskólanir algjört lykilatriði. Og ég ætla ekkert að gera og ég ætla ekkert að mynda mér að sérstaka skoðun á því hvort það eru háskólar, opinberir aðilar eða hálfopinberir aðilar sem að stýra rannsóknum og greiningum. Ég vil bara að þetta sé sem mest opið og allir hafi aðgang að þessum gögnum. Það var nefnt hérna réttilega áðan kannski mannfæðina í rannsóknarsamfélaginu í íslenska ferðaþjónustunni og ég held að þetta sé alveg rétt. Ég vonast til þess að fleira og fleira fólk sæki í þennan geira og ég held að það sem mjög frábært sem hefur gerst hjá Rannsóknarmiðstöð ferðamála að erlendir fræðimenn að koma til Íslands til þess að rannsaka íslenska ferðaþjónustu og þetta náttúrulega mikil innspýting og við vitum það að einn helsta gulrótin fyrir góða doktorsnema erlendis frá einmitt bitastæði gagnasöfn sem á aðgang að. Ég veit að þið takið undir þetta með mér hérna frá Rannsóknarmiðstöð ferðamála. Ég komið með gulspjaldið? Nú. Bara til þess að slá botnin í þetta, ég næ nú ekki að fara yfir skýrslu Boston Consulting Group sem var rætt hérna í erindunum undan mér, en við skulum bara taka þá umræðu hérna í spurningatímanum. En svona til þess að slá þessu saman, þá held ég að þekkingar grunnur íslenskrar ferðaþjónustu, hann stendur býsna sterkum fótum, en við getum náttúrulega sjálfsögðu gert betur. Ég held að það ríði mikið á núna næstum misserum að reyna að nýta alla þá gríðarlegu vinnu sem hefur verið lögð í þær skýrslu sem hafa komið út á síðustu misserum, sama hvort það ferðaþjónustuklassin PKF skýrslan frá Íslandsstofu eða Boston Consulting Group skýrslan sem var rætt hérna rétt á undan. Við höfum reyna að nýta þetta sem allra best og ég held að samvinnan og samtalið sé lykillinn þar sama hvort það eru háskólar, opinberir aðilar, hálfopinberir aðilar eða fulltrúar einkageirans eins og ég sjálfur. Takk ykkur kærlega fyrir. Jæja, og þá það síðasta erindið á ráðstefnunni og svo förum við að vinda okkur í svona smá spjall. Hilmar. Já, fyrir ekki það. Gjör það svo vel. Ég myndi nú bíða með klappið því ég nú bara sem neytandi í ferðaþjónustu sko. Ég sviðsforsti hérna og þegar ég kom inn þá var einn af fyrstu af fólkinu sem ég hitti voru Rögnvaldur og Annandóra. Og þegar þessi spurning varpað fram stöðu þekkingar á ferðaþjónustu þá tvennt sem ég vildi segja. Í fyrsta lagi þá þetta ekki hægt. Þetta ekki hægt að einhver atvinnugrein taki afskarið með þessum hætti eins og Halldór var að lýsa hér áðan og hérna ríði þá öldur sem býðst og þekkingin í okkar ranni, það ég segi í háskólanum, fylgja ekki með. Það ekki hægt að hafa þetta svona. Og við sem erum eldri en 2 vetra, við munum alveg hvernig þetta var í fiskiðnaði. Þannig var þetta í fiskiðnaði. Þekkingin fylgdi ekki með þeim tækifærin sem komust og við erum ekki búin að ná í raskatið á okkur þar eins og við þurftum að gera. Við erum búin að ná í gæðastjórnunina, framleiðnina og svona nýtingarhlutan. En við eigum alveg eftir
eftir og skiljum ennþá á borðinu 50% framlegð í fiski. Það er þannig í fiski ennþá. Samt erum við búin að fjárfesta og veita heilmikilli þekkingu inn í það niðurnað. Það er mjög athyglisvert að fylgjast með viðskiptaróni. Ég kem úr viðskiptalífinu hér áður en ég kom hérna inn og það er mjög gaman að fylgjast með því hvernig viðskiptalífið og þessi atvinnugrein tekur stórstigum framförum og er að fara að skila mun betri arði og betri stjórnun og það er vegna þess að arðsemin laðar að sér þekkingu, það er bara þannig í lífinu og við erum alveg klárlega að sjá það. Það sem stendur okkur háskólamegin stöðuþekkingar að hún er mjög samanþjöppuð hjá mjög fáum einstaklingum. Þetta er samsett þekking sem dregur á mörgum öðrum sérfræðigreinum og við höfum valið að einskorða þær svolítið af því að þetta eru fáir einstaklingar við þau svið sem þau koma frá, landfræðin og síðan svona félagsfræðinni og við eigum alveg eftir að skrúa þetta við heilmarga aðra þætti. Og mín spurning er þessi, við erum komið með prógram í bachelornáminu, í meistaranáminu og erum að fara yfir og ætlum okkur að trekkja hérna inn doktora, en erum við að skaffa rétta fólkið. Og ég veit að háskólinn hefur strögglað við það að halda starfsgreina þjálfun og starfsgreina svona kennslu gangandi hér. Við reyndum við tæknifræði með verkfræði sem er á mínu sviði, eða okkar sviði og það tókst ekki. Og þannig að við erum að ströggla við þessa praktísku þjálfun sem í kennslunni og það eru mörg misfyndin dæmi svona vísindavæðingu okkar á kennslu og ég geld varhug við því að þó þessi mjög mikilvægt að við höldum áfram að byggja upp þessa þekkingu í faginu að þá er verið að kalla oft á tíðum eftir miklu og öðruvísi prógramum heldur en okkur langa nauðsynlega til að gera og það er mjög mikilvægt að skólinn kallist á við atvinnugreinina hver þörfin er fyrir menntun og hvers konar menntun, hvaða þekkingu við ætlum að skrúfa saman. Í rannsóknarmegin þá held ég að við þurfum að skoða hvar atvinnugreinin, hvaða skorður atvinnugreinin er að reyna á. Við þekkjum á innviðina og það hefur komið hérna ítrekað fram. Við þekkjum hvar þetta reynir á innviði, vegakerfi og samgöngur. Hvað reynir þetta á heilbrigðiskerfið og hvað reynir þetta á okkar borgarskipula og skipula sveitafélaga sem mörg hver eru engan veginn í stakk búin til þess að takast á við þær hröðu breytingar sem hafa orðið. Þannig að þetta er það sem við erum að fást við og þetta er það sem við þurfum að einhenda okkur í að þetta samspil háskólans við starfsgreinina, það tók okkur mörg ár að finna fæturnar í samvinnu við fiskvinnsluna. En þetta gengur ekki að við látum svona eina ölduna ríða yfir okkur og við erum alveg buxnalaust þegar hún rennur út. En það er það sem við erum að upplifa hér og nú, þrátt fyrir mjög góða vinnu. Og þetta er það sem Anna Dóra og Rögnvaldur eru að biðja yfirstjórnum að hjálpa til. Og það er okkar samkeppnishæfni veldur á því hversu hreyfanlegir okkar resursar eru, fólk og fjármunir. Og hér er algjört nauðsynlegt mál, annars væri best að láta þetta renna hjá algjörlega óbætt. Þetta er mín persónulega skoðun, en ég er líka að brýna fyrir starfsmenn háskólans að kalla þetta fram. Við erum í stefnumótunarvinnu og áætlanagerð fyrir næstu ár og það er rétti tíminn til þess að halda þessu til haga núna. Takk. Takk fyrir þetta, Hilmar. Ég held að hérna hafi verið nýtt saman við fyrsta erindið ansi hressilega, sem sagt hvernig háskóla samfélagi getur almennt staðið sig í eflingu starfsþjálfunar og menntunar í greininni, sem tengist greininni. En ég ætla nú ekkert að draga þetta með því að koma endilega með mína sérstöku túlkun inn á þetta. Mér fannst erindin öll mjög góð og ég held að við hafi kveikt á mörgum hugmyndum og hugsunum og ég ætla að hleypa ykkur bara að. Er einhver sem vil ríða á vaðið með spurningu eða athugasemd eða gjöra svo vel? Þú kannski kynniði líka aðeins fyrir fólkinu öðrum svona. Sæliður Guðmundur Ingi, ég starfa hjá Landvernd. Bara að byrja á því að þakka fyrir ágæta þennan ágæta fund. Það er skemmtilegt að hafa svona erindi. Ég reyndar með nokkuð margar spurningar, ég skal byrja á einni. Ég lofa því ekki. Einn sem mér langar að forvitnast hjá einhver sem eru svona kannski mest í rannsóknunum eru rannsóknir á áhrifum ferðamanna á náttúru og vistkerfi.
Það er þá kannski að spyrja ykkur í fyrsta lagi að því hver staða þekkingar á þessu sviði og hvað vantar. Skal bara koma með meira næst. Við gefum bara merkið fyrir það sem við kann. Hver vil taka þennan boltan? Anna, þú kannski byrja kannski með þetta aðeins. Já, ég... Söfnum aðeins meira, eða þú var að söfna fleiri spurningum kannski í sjarkinn aðeins. Kært Fóndum við aðeins meira bara? Já, þetta fóndum ekki ég. Kenni við Innfalaðarskólan á Háskóla Hólum. Mjög velta fyrir mér, þar að leggja miklu áherslu á vöruþróun. Það er náttúrumenning þetta. Og er bara svona stöðu þekkinga og þar finnst mér búin mjög klárlega ljós að vantar slíka þekkingu. Bæði okkur sem er akademíunni, við rannsókn á því, en ekkert síður hjá ferðaþjónustufyrirtækjum. Við erum beina til þeirra bæði hérna hjá Háskóla Íslands og hjá ráðuneytinu og ykkur Icelandair. Hvernig staðið það að slíkur rannsókn varðandi vöruþróun og svona hvernig staðið að menntun, hagnýtti menntun og það. Ég vil kannski bara svara aðeins á meðan við söfnum fleirum í safnið þá. Anna, viltu byrja kannski með þetta með náttúruna? Já, ég skal heyrist eitthvað hérna. Já, það mikrofónið virka. Já. Það eru ansi litlar rannsóknir sem verið að stunda á sig hvaða áhrif ferðamennska hefur á náttúru. Það er ein manneskja í okkar hópi, Rannveig Ólafsdóttir, sem hefur sinnt þessum rannsóknum og Guðrún Gísladóttir einhverju leyti fyrir mörgum árum síðan en hún er komin önnur verk núna. Þannig að það er ein manneskja sem að hefur sára litla peninga til þess að vinna þessu. Þetta eru mjög dýrar rannsóknir, það þarf mikið að vera í felti og þetta er mjög mikil grunnvinna sem á eftir að vinna. Þannig að ég myndi segja að við séum svona nánast á byrjunarreit, nánast. Kannski komið fyrsta skref. Haldur með vöruþróunina. Kannski byrja á... Takk fyrir spurningunum vöruþróunina. Þetta er mjög relevant punktur til þess að ræða á þessum tímapunkti. Og við svo sem, það sem ég starfa, við höfum orðið áþreifanlega varum að það vantar verulega við nýja vöruþróun fyrir túrisma á Íslandi. Menn geta haft sína skoðanir hvað er náttúrutengt og hvað ekki en það sem við höfum sagt, þetta þarf að vera út all land, það er allt og lítil þróun, sérstaklega út á landi, hvað var það með ný þróun á vöru. Ef við tökum bara veitingastaðaþróunina, þá hefur hún verið svona aðeins á undan almenna trendinu. Við erum búin að ná svona, hvað getur við sagt, sæmilegri stöðu hvað varðar þróun veitingastaða á landinu. En hins vegar það til dæmis ennþá þannig, sem við verðum öll áþreifanlega varfið þegar við kerum hringveginn á sumrin. Það er því miður bara pulsur og hamborgari á allt og mörgum stöðum. Þetta er náttúrulega einn angi. Sá angi sem ég langar kannski að nefna við sérstaklega í dag er stofnun fjárfestingarsjóðs vöruþróun í íslenskri ferðaþjónustu sem er náttúrulega algjört nýmæli með gríðarlega mikinn slagkraft upp á 100 milljarða með 1 milljarð króna til nýfjárfestinga. Og það er í raun bara samkeppni bestu hugmynda. Þar sem að frumkvöðar sem eiga erfitt með að fjármagna vöruþróun í ferðaþjónustu geta komið og leitað eftir bara kapitali til þess að hefja þá verkefni að þróa nýja vörur og upplifun fyrir ferðamenn. Og ég svo sem held að þetta eitt og sér muni hjálpa okkur svona að koma boltanum á stað, en þetta er auðvitað aldrei nóg, það þurfa mikið fleiri að koma að þessu. En ég held að lífeyrissjóðir, Icelandair Group og bankar hafi komið að freka miklu myndugleik inn í þetta og náttúrulega grunnforsendan þarna það er þörf á þessu og við teljum að þessi arðsöm fjárfesting. Svarar þetta spurningunni? Já, Hilmar kynnti sig til leiks sem neytandi ferðaþjónustu, þannig kannski sjónum líka út frá verkfræði og tækniþróun. Þetta er nákvæmlega, þessi spurningu svo er nákvæmlega það sem ég meina. Hér innan hús þykir sjálfsagt að taka þessa þekkingu og aðferðafræði sem við þekkjum í vöruþróun og svona verðmætasköpun og beita því í verkfræðinni, í lækningatækjum, í líftækni. En við erum ekki að beita því á þessi tól. Við erum ekki þetta er það sem ég er að meina, að skrúa þessa þekkingu saman við aðra. Við erum ekki komin þangað. Við erum farin að gera þetta núna í fiskiðinni. Við erum bara eftir að skrúa þessa þekkingu saman við aðra í sem skólinn býr yfir. Það er bara eftir að gera. Það er bara þannig. Þú valgjörðu til því komið í þetta og talið þetta í mikrofónu? Ég má kannski segja eitt orð þetta er þess vegna sem ég var að stinga upp á þessum alþjóðlega ferðamálaskóla. Það var einmitt þess að fylla upp í þetta og nýta þá möguleika sem við þegar eigum og nýtum ekki.
Já, ég held ég hafi kannski ekki miklu við þetta að bæta en ég held líka bara, sko, það sem að maður heyri líka það eru rosalega margar fínar hugmyndir uppi að þetta að vera næsta stóra ferðaþjónustunni, þetta að vera næsta stóra, en það einmitt þetta, það kannski ekki búið að þróa þetta eitthvað mikið lengra en frá hugmyndastiginu og þar bara eins og ég var að nefna áðan vantar kannski háskólana inn í til að hjálpa okkur aðeins við að bara hafa kunnáttun á þessu líka. Þakka ykkur fyrir þetta. Ég vil kannski skjóta aðeins inn líka sko, þetta var einmitt byggingu og skrúfasesti þekkingu og tækniþróun upp á einmitt ferðaþjónustuna, það er eitthvað sem áskorun sem blasir við. En skulum hefur tölur að það, hérna. Já, komið sæl og blessuð, Hermann heiti ég og hérna landvörður og leiðsögumar af nefnd, sko hérna í ferðamálafræði. Það sem ég hef greiðað miklar áhyggjur af og langar aðeins að varpa fram, það varan sem við erum að selja. Varan í eðlisínu Ísland, náttúran okkar og ekki síst kurteisi og gestrisni íbúa landsins. Mér finnst að þegar við horfum að þessu tölurnar fjölgun ferðamanna frá 308.000 upp í 646.000 á seinasta ári sem fer upp í 800.000 ef allt gengur fram sem horfir á þessu ári. Hvaða rannsóknir og þekkingu eigum við til að segja hvenær förum við yfir þverrnýtið, skemmum vöruna, misvirðum gestrisni og kurteisi Íslendinga þannig að við fáum höggið tilbaka. Ég tel að við getum haldið áfram svona í 5 ár upp í 1,5 milljón síðan hrynjir þetta gjörsamlega. Ef við fáum ekki þessa þekkingu þann þol Íslendinga. Þegar við erum að ferðast í landmannalaugum, öðrum stöðum upp á hálendi, þar sem ég var að ferðast af fyrir 30 árum, þá átti maður svæðið. Mitt land voru hamingjusamur, í dag fer maður ekki á þessa staði nema utan annan tímas. Ég hef miklar áhyggjur af þessu og mér langar að vita hver eitthvað skoðun og hvernig eitthvað bregðast við, hvernig eigum að hægja á þessu. Aukning af Íslandi eru 20% milli ára, í Evrópu eru 3,5 til 5%. Já, þetta ör. Ég þarf að tala svo mikið. Komið segja, ég heiti Jón Jóel Einarsson og er litla vistvæna ferðaþjónustu, það er alveg út á vestur eða og vest. En það er svo margt að gerast í útlöndum sem við getum tekið til fyrirmyndar. Og ekki síst í þessu þegar við að veita fér, sérstaklega opinberu fér og líka það frá svona stóru stofnunum eins og Lífeyrissjóð, að það sé bara skuli eyrnamerkt svo mikið fjármagn í rannsóknir. Þegar það vera á þess að fara, það er uppi hugmyndum að búa til íshelli í Lángbjörgum. Það þarf að skoða það eitthvað svona frá fleiri sjónarhóttum. Og svo finnst mér eitt sem við getum verið svolítið upptekinn af hér, það er það að svo þekking sem er til og gögn að þau nái út á Akureyri til þessa fólks sem í ferðaþjónustu. Eins og þessi ágæta þetta grundvallarrit íslenska ferðaþjónustu sem nú hefur birst. Ég leyfi mér virkilega að efast að hún nái til mjög margra bara svona úr bókabúðum. Það þarf að fylgja þessu virkilega vel eftir. Og öðru gögnum. Takk fyrir þetta, Jón. Ég heiti Rannveig Ólafsdóttir og kennari í ferðamálafræði hér við skólann. Það er ákveðið að beina spurningum til Vilmars. Svo ég hafa eftir þá sagði þú það gengur ekki fyrir Háskóla Íslands að vera húsnæðalaust þegar aldan gengur yfir. Hvernig viltu sjá nám ferðamálafræði þróast yfir skólann í nánustu framtíð? Má ég hoppa inn? Já, við skulum bara taka það og svo hoppað inn og bara, sko, þetta ídeal sem að Rögnvaldur er að leggja fram og ég er ekkert að heyra það í fyrsta skipti og mörguleyti sem ídeal algjörlega sammála
og við þurfum að hugsa okkar þekking eða fræðslu og nám á þeim skala, á þeim metnaði og þeim gæðum að það sé hægt að bjóða þessum alþjóðlegan ferðamannaskóla. Þannig eigum við að hugsa þetta. Í hvað skrefum við tökum þetta og hvernig við gerum þetta. Það eins gott að við eigum fyrir því og ég held að þetta gerist ekkert öðruvísi heldur en að við svona byggjum þetta saman eins og Lego en kubba fyrir kubba og reynum að hlusta eftir því hvað atvinnugreinin að kalla eftir og hvað innviðni, hvað samfélagi þarf mest á að halda til þess að bæði verðmætin verði sem mest en einnig að skaðinn verði sem minnstur því að það alveg, við vitum alveg að þetta gengur á og hefðbundið göngum við þannig auðlindir að við teljum það okkar rétt að þurrauðsaðar þangað til að algjörum óafturkræfum mörkum komið. Við höfum gengið þannig fiskistofna, við höfum gengið þannig ár og við erum núna að fara að ganga þannig okkar viðkvæma vistkerfi að við ætlum ekki að eyra neinum, sýnist mér. Það er bæta við pallborðinu, það er kannski tvenns ekki skítinn á meðan við hugsið það er bara það sem við talaðum Hermann, samfélagslegu mörkinni og þetta skilrið þetta í númer hvað var það nú, 11, frekar nokkuð annað rannsóknarþörfinni greint, þannig að það klárlega áherslu á þetta. Og 3 líka. Og númer 3 líka, og svo líka var þetta nú síðast örþingsnýður þetta mikið til. Varandi miðluna sem Jón benti á, þá ég sérstaklega áhersamur einmitt það að heyra hvernig einmitt til að mynda grundvallarreiti sem við leikum okkur að kalla, það var markaðstíð forlagsins sem skýrði það vel að merkja, ekki við höfundar, hvernig það hefur skilað sér vegna þess að við reyndum það að til að leikum fram að ná samtali en það náttúrulega var eins og því þekkið svona og nokkuð hættulega allir minni spendingum svona, það þykk en var það. En sem sagt það ég bara að skjóta því en kommenta á það sem komið frá plattform, svo ég með fleiri uppi? Já, það er kannski eitt. Rannsóknarmiðstöð ferðamála, þetta samstarfsvettvangur háskóla, þriggja háskóla og atvinnugreinarinnar. Það er fulltrúi stjórn frá Ferðamálastofu og frá SAF. Og ég held að þetta sé afskaplega verðmætt. Þetta hefur gengið afskaplega vel þetta samstarf. Ég held að þetta sé afskaplega verðmætt. Og það er okkar markmið að reyna að vera akkurat þetta sem var umrætt, að reyna að vera þarna einhvers staðar á því svið að geta miðlað upplýsingum inn. Við erum ekki fyrst og fremst í fræðilegum rannsóknum, við erum meira í þessu kannski að túlka rannsóknir koma til skila og þessar ráðningar sem við verðum með og þetta er því að Ísland hér, við fengum styrk frá þeim til þess að ráða hér verkfræðing erlendan sem hér situr reyndar þarna einmitt til þess að vera og við erum annan sem er kannski ekki hér hann er vinna rúmenskan hagfræðing, sérfræðing í ferðamálum og það sem við erum að reyna að gera er að reyna að standa við hliðina á hagstofunni og ferðamálastofu og öðrum þeim sem í þessum bransa og hliðina á okkar rannsóknarfólki og efla það að vera með fólk sem getur beinlínis unnið að rannsóknum og miðla þeim aftur til greinarinnar. Svo við erum að reyna þetta og það verður bara að segjast að bæði stjórnvöld og þetta stóra fyrirtæki Icelandair hefur sýnt okkur skilning á undanfarnum árum þannig að við höfum fengið meiri fjármuni þetta heldur en bara hefur sést nokkru sinni í þessum rannsóknum. Þannig að þetta er svona góður hlutur í þessu en þetta er ekki auðvelt og kannski eins og ég nefndi þá er erfitt að fá fólk. Boltar núna til Valgerðar og svo Halldórs aðeins að svara svona meira og svo erum við tvo til saman. Já, takk. Mér langar aðeins að ræða þetta sem er búið að nefna nokkru hérna, varðandi þolið í rauninni á íslenski náttúru og annað. Það er auðvelt að ræða þetta út frá og það geta allir tengt við það að ræða þetta út frá bara að vernda okkar einstæðu náttúru. En við þurfum líka að ræða þetta út frá því að við viljum að þetta sé atvinnugrein sem getur verið hér eitthvað áfram. Ég kem svona aðeins úr fjármálageiranum og það hringjaði þetta ákveðna viðvörunarbjöllur þegar maður sér að það er alltaf bara svona. Við vitum það alveg einhvers staðar stabilerast eða vöxturinn allavega á að svona jafna sig og við þurfum auðvitað að passa það að við höfum en þá vöru til að selja eftir einhver ár en ég held að það sé byggi gríðarlega bara mikið á rannsóknum á því hvað í rauninni þjóðfélagið okkar í rauninni vill að þetta verði bæði stóra grein, hvað þolir og hvað er bara þjóðhagslega hagkvæmt.
og við þurfum líka að horfa út frá því og það auðvelt að horfa út frá sko verndum á náttúru landsins líka. Þannig ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við gerum eitthvað svona mat á þessu. Ekki spurning. Kannski líka eins varandi þanþolið eða hvað við köllum þetta. Ég bara myndi skyndilega eftir, það var eins og ég sagði Albert Einstein, hann sagði ég skil allt í heiminum nema áhrif vaxta. Og ég held við getum alveg slegið í föstu að það verður ekki 20% vöxtur eða meira íslenskri ferðaþjónustu til eilífðar. Það eins og það rétt sem hún segir að vöxturinn hefur verið gríðarlegur, eða umtalsverður skulum við segja, undanfarin ár. En ég vil eiginlega frekar að nálgast þetta út frá hinni hliðinni. Við getum vaxið umtalsvert á ári, talsvert inn í framtíðina, svo lengi sem okkur er mest fermt. Annars vegar að dreifa ferðamönnum betur yfir árið og hins vegar að dreifa þeim betur yfir landið. Og við hljótum að vera sammála það, að takist það, þá getur við fjölgað absolutt tölunni sem kemur til landsins á hverju ári verulega, án þess að þanþolið séu ekki mikið. Það er mín sýn á þetta. Ég séu hristur höfuðið, það er. Ég skal fara rökferði. Já. Má ég fyrst eftir? Annars skjótið og svo það er þetta þeirra. Ég er alveg sammála á þessum leiðum að dreifa þeim betur í tíma og rúmi, en það sem ég held að skipti máli eitthvað til þess að okkur takist það er að þetta gerist ekki á hratt. Þetta þarf að vera hægur vöxtur, þannig að alls það sem hefur orðið allt og hlaður vöxtur, þá ná þjóðir ekki að halda utan þetta. Það næst ekki að byggja innviðina sem það næst ekki að láta samfélagi aðlagast þeim breytingum sem að verða á borgum og bæjum og náttúru og því samfélagi sem við búum í. Þannig að þess vegna sko það óhá manni við hvað þetta er hröð og mikil aukning. Það þarf að hægja á vegna þess að þá náum við að fylgja þessu öllu betur eftir og halda gæð. Svo, það er umferð 2 þá. Guðmundur heiti ég þá. Sestur þú sem áfyrir? Ég vil ákveða að spyrja því Valgerður, nú er ráðherrann okkar búinn að kynna það að það eigi í rauninni að fara í þessa náttúrupassa leið. Mér langaði svona aðeins til þess að biðja þig að bregðast við þeim athugasemdum sem Anna Dóra kom með hérna áðan og þá forvitnast það hvort að það eigi að skoða einhverja fleiri leiðir heldur en bara náttúrupassan eða hvort þetta sé bara svo leið sem að eigi að fara. Og síðan langar mig líka svona aðeins til þess að vekja athygli á því að ég held, mér hefur þótt umræða að vera svolítið mikið þannig að það að hefja gjaldtöku af ferðamönnum muni leysa svona mestallan vanda íslenskrar ferðaþjónustu og áhrifa hennar á bæði samfélag og náttúru. Og þar held ég að séum á miklu milligötum. Þannig að ég held að við verðum, eins og hér hefur komið fram, að vernda þennan náttúruauð sem að ferðaþjónustan fyrst og fremst byggir á. Og þar þurfum við að horfa til fleiri leiða heldur en bara að byggja upp innviði með auknum fjárframlögum. Við þurfum líka að hugsa til þess að það eru kannski ákveðin svæði sem að við viljum hreinlega ekki byggja innviði upp á. Vegna þess að þau eru svo sérstök að innviðirnir eiginlega rýra gildið þeirra. Þess vegna langar mig að spyrja þig líka því hvort að það sé einhver vinna í ráðuneytunum að reyna að líta til stefnumótunar sem að lítur til þess að flokka svæði á einhvern hátt eftir því hvort að þar eigi að byggja upp innviði og þá hvernig og hvort það eigi að skilja einhver svæði eftir því. Það held ég að sé afskaplega mikilvægt og er farsælt fyrir náttúran. Já, Ásmundur Björnsson er formaður ferðamálasamtaka Íslands. Við langaði aðeins að koma til örstuttar spurningar. Hugmynd Rögnvaldar varðandi skólann sem hann hefur enga verið aðeins áður. Hvaða viðbrögð hann hefur fengið við þessari hugmynd, vegna þess að hann hefur ferðamálafræði og kennt mjög víða, hún er dreif, þannig að við langaði bara að fá smá komment til því. Og síðan hjá hann Valgerði sem við bjóða sérstaklega velkomandi starfa, aðeins að hann upplýsi okkur hinn hérna þessu margir starfa hjá hann í viðskipta og ferðamála. Og þetta við sjáum fyrir okkur að Valgerði muni standa fyrir öflugu starfi þar, þannig að við getum sé fyrir okkur eflingu þessarar skrifstofu innan ráðuneytisins, þannig að vægi ferðaþjónustunnar innan ráðuneytisins muni vaxa á komandi árum. Takk fyrir þetta og mér sýnist Valgerður alltaf að eiga ókórun hjá. Þetta er
heiti ég vinn í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og ég hef spurningu sko samspil ferðaþjónustunnar við aðrar atvinnugreinar, svona með orkuvinnslu. Og nú til dæmis búist við mikilli friksjón í sambandi við sko skerðing á víðernum og þá þegar sprengisanslína verður lögð og svona. Hvernig eru rannsóknir á þessu sviði? Takk og svo ætla ég svona að fara að stoppa þetta og svo nú klukkan að vera 6 en jól fyrir sver og Já, ég kom að innlegg, fyrir sver? Já, með spurningu. Nei, innlegg líka, allt opið hér. Já, Jón Ásbergsson heiti ég framkvæmdastjóri Íslandsstofu. Rögnvaldur gat þess hér áðan í sínu innleggi að ferðaþjónustan gæti orðið að bólu eins og loðdýrarækt. Og gerir ekki ráð fyrir því að mörg ykkar hafi sko stundað loðdýrarækt, en ég hef það hins vegar á þessum tíma þegar hún var að bólu. Og hvað lærðum við? Við lærðum það að aðkoma hins opinbera var öll á röngum forsendum. Í stað þess að aðstoða loðdýrabændur við að byggja upp innviði, það er að segja ráðgjafarþjónustu, fóðurstöðvar og þess aftar dýralækna og slíkt, þá voru styrkir settir í það að byggja loðdýrabú út allar Koppafjörður, Ingjaldssandi, út í hvar og ekki, langt frá fóðurstöðum í engum tengslum hverju við aðra, engin aðgangur að neinum infrastruktúru eða þekkingu. Það sem við erum að læra. Við erum að byggja infrastruktúru, ekki að leggja peninga í verkefnum út heldur að byggja þekkingu. Mér langar bara aðeins að spyrja samkvæmt þörf fyrir rannsókn íslenskrar ferðaþjónustu þessari skýrslu sem er nýkomin núna. Greining hagsmunaaðila að þá í fyrsta sæti sem sagt gerð ferðaþjónustureikninga. Ég langar bara að spyrja hver staðan á því. Það aftur að ég var örstuð. Já, örstuð. Þannig að ástæðan þegar ég kalla mikið eftir meiri þekkingu á þessari þalþór gestrisni Íslendinga og landsins er svo staðreynd að aukning ferðamanna til Íslands er 6-föld. Hún er 6 meiri enn til Evrópu. Í ár, fyrra, og það segir okkur bara klárt og klift og skorið. Innviðirnir, landið getur ekki fylgt eftir því sem þessi fjöldi þarf. Þetta er byrjað að brotna, þetta heldur áfram að brotna og þegar 6-földur þá eiga öll merki að koma upp og segja hvað erum við að gera? Þess vegna kalla ég eftir, getum við fengið meiri þekkingu á þessum þáttum? Endilega þarna þekkingu, hvernig eigum við að bregðast upp og búa? Þetta er ágætt, þannig að ég er góð með nokkra punkta, ég hugsa að rúla henni við línum og enda á þér Valgeir vegna þess að svo mörg benti þín, ég er búin að halda þannig líka. Þannig að kannski Hilmar ef þú byrjar, svo Rögnvaldur og svo Halldór og Anna og svo endum við á Valgeir, það er svona allt sem hún fekk. Ég held, takk fyrir að koma og ég held að sko, ég taki frá þessum fundi mjög skarpa sýn á það hvað þarf að gera innan sviðsins og út fyrir það. Og ég fekk það staðfest, heyri ég hér, að atvinnugreinin kallar ríkulega eftir aðlögun og svona mótspili frá skólanum þekkingu og rannsóknir. Ég óttast hins vegar að við verðum mjög svona, séum mjög gáfulega marklaus eins og hefur oft hent sérfræðinga á þessu sviði. Það er að segja, við vitum nákvæmlega hvað það er sem við viljum vara við, það er hættur sem eru framundan, en eftir því fara enginn. Það er svona ástand sem ég held að ég sjáu fyrir og hver kannast ekki við það? Það er ekki bara boltan beint þar og frá Jóni reyndar líka, bólurnar. Við getum alveg lært af fortíðinni, við datt nú akkurat við þessi loðdýrabóla, þrjú eru búin á Ingjaldssandi, ekki satt. Og þarna öll með mismunandi fóðakerfi, ef ég maður rétt. En nú hefur þetta, þarna raukum við upp einhvers staðar, langt fram úr okkar viti. Síðan þegar við fórum að setja vit inn í þetta á þekkingu, svipað eins og Jón er bent á, að þá erum við farið bara í Skagafjörðinn og sjáum við búin þar. Þetta eru flott bú. Við erum að selja skinn á toppverði í Danmörku og svo framvegis. Þannig að ef við stöndum vel að vígi verkið þá náum við þessu. Það er óþarf að taka þessa bólu fyrst. Fiskeldið er nákvæmlega sama dæmi. Það var hver einasti fjörður, þá var einhver búinn að taka við jarðvít og búið til einhvern poll til þess að rækta í lax fyrir einhverjum árum síðan. Nú síðan hrundi þetta allt. Fariði núna á Bíldudal eða Patreksfjörð og sjáuði hvað er að gerast. Það er eitthvað að gerast alvöru vegna þess að nú er komin þekkingin inn í þetta. Og
og ég held að það sé nákvæmlega eins sem við getum farið núna með ferðaþjónustuna, við getum rokið upp með hana og þetta niður aftur. Það versta að ef að það verður, sko, þá er þetta svolítið öðruvísi heldur en hinna bólurnar, vegna þess að þá gætu verið búin að eyðileggja bæði þol fólksins og landsins, og þá er ekki þessi leið sem að þó loðdýraræktin og fiskeldi hefur farið að það sé eitthvað eftir sem að við getum staðið vel að verki með. Það er kannski grunnurinn er kannski ónýtur. Þannig að þessi auðlegð, þessi auðlind er enn, sko, viðkvæmari og erfiðar að höndla heldur en þessar fyrri sem ég nefndi í þessum 2 bólum. Hvaða viðbrögð hefur fengið við ferðamálaskóla? Ó, já. Ég fengi utan úr greininni og reyndar frá Hilmaði, fengi ágætt viðbrögð, en innan skóla sem ég fengi bara mjög oft helvíti skít viðbrögð. Já, það náðu þessi ágæta samanhendi, helvíti skít. Afsakið árblæði. Það er tvennt sem ég langar að leggja út frá. Fyrst einu punkti sem kom fram í náðan, og það er varandi, sko, við getum ekki skoða íslenska ferðaþjónustu sem eitthvað statískt batteri. Því meira sem hún vex, þá dragast resursarnir inn í greinina. Þannig að það þýðir ekki að segja að þetta eru resursarnir í greinin í dag, ef hún vex þá höndlum við ekki alveg. Arðbær atvinnustarfsemi dregur að sér nýja resursa, þannig að ég segi við þolum umtalsverðan vöxt í umtalsverðan tíma áður en að resursarnir fara að vera það vandamál sem mér finnst vera lýst hér í einstakar aðeins. Seinni punkturinn er þessi, og mér langar að leggja út frá orðum Guðmundar hjá Landvernd. Ég held að við deilum þeirri skoðun að verndun íslenskrar náttúru er númer 1, 2 og 3, það er það sem dregur erlenda ferðamenn til Íslands, og ég hef ekki heyrt neinn málsmetandi mann í ferðaþjónustu tala fyrir því að það verði farið í massífa uppbyggingu allt víðerni íslenskrar náttúru. Þvert á móti hafa menn sagt á þeim helstu álagspunktum þar sem allra flestir gestir koma, og við vitum alveg hvaða staðið þetta er. Það þarf að styrkja innviðina sem nú þegar er búið að leggja í og gera þeim kleift að taka við fleiri gestum en þeir þola í dag. En við erum alveg hjartanlega sammála það að verndun íslenskrar náttúru og óbyggðra svæða og auðna það er númer 1, 2 og 3. Þannig að ég hef ekki heyrt neitt tala fyrir því, ef ég skildi því réttum. Nei, ég var eitthvað ekki að segja að fólk hefði til að tala fyrir því. Nei. Það er virkið að hafa þetta í hugum. Þannig að sko öll nálgun varandi gjaldtöku af ferðamönnum í tengslu við náttúrupassa eða annað, það er fyrst og fremst svona jákvæð náttúruvernd í verki eins og ég skilða, og það er alltaf svo skilningur sem ég hef lagt út frá þessar umræðu. Ég langar að koma inn á það sem að Herdís var að spyrja varandi sambúð ferðamennsku og virkjana. Nú er vinna við rammaáætlun 2 komin í gang. Og það má segja að rammaáætlun 2 er búinn og það kannski fyrsta skipti fannst mér sko ferðaþjónustan hafði rödd þar inni, hafði vægi í þá niðurstöðu og þá röðum sem virkjanakostinu voru settir. Núna er vinnan í rammaáætlun 3 komin að stað. Ég veit ekki hvað þeir eru nákvæmlega að gera núna, en það sem að rammaáætlun 2, ég var þar í faghópi og þar lögðum við fram að það væri ótal atriði sem þyrfti að rannsaka áður en að menn færu að raða í 3. áfangahæðinni. En hvort að færi nokkuð fé eða gerist eitthvað með þær tillögur sem við settum fram, það veit ég ekki. Er eitthvað af þeim rannsóknum komið á sem hafa lagt til í öðrum áfanga yrði gerð? Nei, við sem slögðum til ótal margt, en ég held að það sé ekkert af því sem hefur farið að stað. Og ég var líka í rammaáætlun 1 og þar lögðum við líka til alveg ótal rannsóknir sem þurfti að vinna, og þegar kom að rammaáætlun 2 þá var eins og menn hefðu bara aldrei heyrt af því. Að lokum þá sé Valgerður, það er spurning náttúrupassa, svæðisskipulag, fjárhagsstarf og eftirvinna ráðuneytis og gerðarfundreininga. Ég byrði ekki guðum lítið. Heyrðu, mér langar aðeins að taka upp það sem hún var að tala um rammaáætlunina, því að kollegi minn innan atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins sem starfar fyrir iðnaðar- og viðskiptaráðherra var einmitt settist inn hjá mér bara í dag og var að velta þessu áfram fyrir sér rannsóknir sem þyrfti að gera í ferðaþjónustu, þannig að ég heyri að þetta er ennþá allan upp á borðinu í þá rammaáætlun 3. Náttúrupassin, það kom tilkynning í gær að var ákveðið eða fyrir þetta var ákveðið í ríkisstjórn að það væri sú leið sem ætti að leggja upp með til að afla fjármuna til uppbyggingar innviða í okkar náttúru. Þannig að það er svo ákvörðun sem er búið að taka að útfæra betur. Sú útfærsla er eftir
og eins og kemur fram í yfirlýsingunni líka, þá verður settur á fót stýrihópur til að þróa það betur og þar auðvitað þarf að taka upp bara þessa umræðu hvernig þessi passi hentar best, hvernig hvort að yfir höfuð sko hægt að koma honum, sko, hvernig hann á að vera skipulagður og það í rauninni vinnan sem eftir og það vinnan sem ekki hægt að vinna nema í samvinnu við þessa hagsmunaaðila sem að þurfa að koma að þessu og það auðvitað mjög margir og ég vonast auðvitað bara eftir því að eiga gott samráð við bæði greinina og nú auðvitað önnur systur ráðuneyti okkar og til að fara yfir þessi mál. Það í rauninni þetta á byrjunarstigi en það búið að lýsa því yfir að þetta sé svo leið sem að eigi að vinna með. Þannig að það allan að niðurstaðan núna. Mér langar að grípa fram með fyrir þér Valgerður ef fundarstjóri stoppar mikið strax. En akkur ekki að byrja á byrjuninu og spyrja hvaða leið best til tekjuöflunar í staðinn fyrir að segja þetta leiðin sem við ætlum að fara. Það má alveg gagnrýna það. Það auðvitað búið að gera ákveðnar greiningar á hugsanlegum leiðum. Það hefur verið gert í skýrslu sem var unnin þegar að var ákveðið að setja á gistináttagjaldið, þið þekkið það. Þess að þú náttúrulega reikna ég með að tala svona einhverjar ítalegri rannsóknir sem hefur ekki verið farið í. Það þörf á að fara í eitthvað núna, það það sem ákallið, það ákallið á að það sé eitthvað gert núna. Ég skynja eins og hjá þér að þessi verið að byrja hugsanlega á vitlausum enda. Það má alveg gagnrýna það að það hafi kannski ekki legið allar þær rannsóknir fyrir sem þyrftu, en það ákvörðun að það sé farið í eitthvað að vinna núna og þess vegna þessi ákvörðun tekin. Og ég skjóta einu inn í bara í 10 sekúndur. Ég held sko að fræðaheimurinn og rannsakendur að það til eitthvað sem heitir sko pólitíski raunveruleiki og ég held að menn fyrir stundum að svona ná betri tengslum við hann. Það kallað eftir einhvers konar aðgerðum og pólitíkin, auðvitað vill hann undirbyggja sínar aðgerðir eins vel og mögulegt En það ekki hins vegar þannig að pólitíkin hreyfist á hraða háskólasamfélagsins. Við viljum gjarnan að svo sé, en stundum þarf að menn að taka ákvarðanir á þess að það geta tekið sér 3 ár í rannsóknu fyrst. Sko. Þannig að það minn skilningur á þessu kampæni. Má ég ekki bara klára mitt núna? Heyrðu, já, og sama þetta þetta ekki töfralausnin á öllum vandamálum ferðaþjónustunnar eins og kannski ef að þau eru fjölmörg og víðtæk sem ég nú kannski ekki vissum að sé en eins og þú nefnir Guðmundur að þetta bara eitt skrefið í því sem á að gera. Varðandi sko hvaða staði á að byggja upp sem í rauninni ferðamannastaði þá hefur auðvitað og þetta þekkja nú kollega mínir í umhverfisráðuneytinu eflaust betur en ég verið í gangi vinna við landskipulag fyrir Ísland og þar inn í á að koma landskipulag fyrir ferðaþjónustu. Þið leiðréttið mig hér ef ég fer rangt með. Þannig að það verið að huga þar að hvaða svæði á að byggja upp, hvaða svæði að vera ferðaþjónustusvæði og annað. Ef ég má grípa inn í það hálendið núna undir í landskipulaginu og síðan strandsvæði og búsettuminnstu. Ég veit nú ekki, þú veist þetta betur Hjördís, en það sem ekki Ég allan að nýbúin að hitta bæði ferðamálastofu og umhverfisráðuneyti til að ræða þetta, þannig að þetta greinilega Ásbjörn, hvað starfa margir á skrifstofu viðskipta og ferðaþjónustu? Við erum 6. Ég væri að ljúga því ef ég segði þér að þeir væri allir að starfa í ferðaþjónustu, sko, við gerum ýmislegt annað eða ferðaþjónustu málum, og það má alveg segja það að það eru ekkert margir í ráðuneytinu sem slíku sem að sinna ferðaþjónustunni en við megum ekki gleyma því að við erum náttúrulega með afskaplega góða samstarfsaðila þar. Þar erum við með ferðamálastofu, Íslandsstofu, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, við rannsóknarmiðstöðina, við erum í góðum samskiptum við greinina þannig að það eru heilmargir sem að leggja hönd á plóg og spurningin hvort að þú vonar ég geti gert þetta sæmilega þá já, ég vona það. Já, þá verða hagstofu fólkið að leiðrétta með ef ég fer aftur rangt með en það ekki verið að gera þá núna, það var eitthvað sem spurði og það það sem ég hef kallað eftir aftur með skipulaginu og forgangsröðunni að við sem erum að vinna í þessum málum setjumst niður og ræðum það hvort að það ætti að vera fyrsta mál og forgangslista til að afla fjármagna til eða eitthvað annað. Og það bara það sem að ég hef lýst yfir að ég vilji gera og allir tekið vel í að verði gert. Það nú eitt á listanum, þannig að það ekki að ferðamálastofu, en það
Ég vil þá bara þakka öllum umræðendum fyrir að koma, þakka ykkur öllum fyrir að koma að hlusta og leggja til umræðunar. Að lokum bara rétt segja þetta að við komum til með að halda áfram þessum örþingum að hlusti. Þetta er skemmtilegt fyrir mig og getur ágætlega og ég vona til þess að sammála það. En eins og ég segi aftur, ég þakka ykkur öllum fyrir að koma og vísa að örþinginu lokið.